Það er kannski, Snorri, það var svona svolítið erfið fæðing svona framan af. Þeir svona náðu að halda mönnum aðeins við efnið en svona eftir 20 mínútur þá náðu það að brjóta það svona bak aftur. Já, ég held að erfið fæðing kannski. Einhver leiti var ég undirbúinn undir það og það var bara erfið dagur í gær og bara högg. Í hvað stöðu voru komnir, var engin spurning eftir að spila vel og þannig að einhverju leiti var ég svona viðbúinn þessu og en sama tíma var ég samt bara ekki nægilega lánaðar. Þeir voru að hæga leiknum en við vorum hægari og kannski með samt líka ykkur útilínu sem svona kannski hendaði ekki alveg en það var samt ekki að skipta máli og svona eftir leiklið þá fannst mér svona gefa í og mér fannst mikilvægt að ná þessu forskoti í hálfleik og náttúrulega mjög ánægður hvernig við fylgdum þessu eftir og byrjum seinni hálfleikinn og erum bara nokkra mínútur eiginlega að ganga frá leiknum. Einmitt það er svona eftir 10 mínútur seinni hálfleik þá er komið 10 marka munur og þetta er bara búið. Já. Eða þannig lagað. Við bara komum allir bara vel inn í seinni hálfleikinn og bara hrósa þá og hrósa Janus, hann fekk smá skammir frá mér í hálfleik og svaraði því vel og þannig að við gerum þetta bara aðeins betur og þetta hefði getað unnið þetta ennþá stærra ef við hefðum ekki verið að rúlla liðinu og annað slíkt en bara ég er bara ánægður með strákana að vinna öruggan sigur eftir erfiða daga. Og nú verðum við bara að bíða og vona? Já, við getum ekkert gert, það er bara þannig og það er einhver von en hún er kannski ekki okkur hliðhóll og það er bara, það er bara staðan. Það er svekkjandi að vera með 8 stig í milliriðli og það er ekki einu sinni í þínum höndum að komast áfram. Það er bara ótrúlegt en svona er þetta bara, þetta spilaði svona og einhverju leiti fyrir einhverju er þetta fegurðin í íþróttum. Já, þetta er bara því miður víst bara hluta þessu, þetta getur komið fyrir. Já, ég meina, það er það, en ég ætla ekki að fara að gera upp mótið núna, þegar við verðum með þá inn í 8 úrslitum eins og en ef út í það fer þá það segir sig sjálf, það verður alltaf svekkjandi.